Já, ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Haldinn á þessu fallega haustdegi hér, 2. október 2019. Þetta er fundur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar númer 746. Segir fund settan. Að þessu sinni eru 12 mál á dagskrá. Það eru fundargerð bæjarráðs frá 19. september og 27. september. Síðan 6 fundargerðir frá nefndum bæjarins, þar af helmingurinn frá skipulagsnefnd að þessu sinni. Og svo að lokum fundargerð til kynningar og það eru 4 að þessu sinni. Við byrjum á bæjarráði, fundinum frá 19. september. Þar voru 7 mál á dagskrá og ég gef orðlaust. Það kveður sig engin hljóðs þessa fundargerð og þá er umræðan lokið við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykki þessa fundargerð, en rétt upp hönd, það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, 9 atkvæðum. Og þá var það viku síðar, það er fundur númer 1414. Þar voru 4 mál á dagskrá, ég gef orðlaust. Jú, Valdimar Birgisson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Valdimar. Ágæta bæjarstjórn. Ég kem undir máli númer 2, held ég að segja, þakviðgerð á íþróttamiðstöð Varmá. Númer 1 fyrir ekki það, númer 1. Við langar að beina þeim spurningu til meirihlutans, eða þeim sem þetta varðar. Skilstist að það hafi verið gerðar einhverjar viðgerðir frá þakinu og verið talsverðar viðgerðir fyrir 10 milljónir bara á síðasta ári. Nú er ráðist í heildar úttekt og að mér skilst á að taka allt þakið í gegn. Er það réttu skilningur? Það er að vera útboð í að skipta alveg þakið. Og þá er spurningi af hverju var verið að gera við þakið þarna undan eða að ljóst að það væri jafnvel verið að fara í þessar framkvæmdir núna. Hvort það segir hefði ekki verið nær að fara beint í þær á síðasta ári. Já, það er kannski bara að fá svarið þessu strax. Haraldur Bergsson, gjörðu svo vel. Það farið yfir þetta á síðasta bæjarráðsfundi. Það liggja hérna fyrir þessu máli 2 gögn, annars vegar minnisblað frá framkvæmdastjóra umhverfissviðs, þar sem óskar eftir heimild til þessa útboðs sem við einhverjum rúmum 50 milljónum og líka gagn frá VFSO þar sem að þessi úttekt lýst ástandi og úttekt þaksins. Það sem var gert í sumar var það var farið í viðgerðir á þakinu þannig að það hefur lekið ákveðnum stöðum. Það farið í viðgerðir á þakinu til að koma í veg fyrir þá lekar, sérstaklega vegna þess að það var verið að setja nýtt gólfefni á íþróttahúsið eins og okkur öllum kunnum. Það var skipt úr dúk í parkett og í þær viðgerðir var farið í sumar en þær viðgerðir eru hluti af þessum heildarpakka sem að VFSO Mata þyrfti að gera. Þannig að þegar þetta allt saman þá talið til, er búið að þessum framkvæmdum sem á gerðar í sumar og þeim sem stendur á til að bjóða úr núna, að þá er þetta viðgerð á þakinu á milli 60 og 70 milljónir. Þannig að þetta var meðvituð ákvörðun og grundvöllur þessar úttektar, grundvöllur þess að það var verið að skipta gólfefni að fara í þessar viðgerðir í sumar og svo í þessar stærri viðgerðir núna. En það sem er gert í sumar, samkvæmt upplýsingum frá umhverfissviðs sem ég hef, er bara hluti af þessari heildarpakka og skemmir ekki fyrir eða kostar ekkert meira vegna þess. Já, Margrét, þetta sama orðið? Nei, sama. Já, kannski aðeins bara spyrja þá, vilja einhverjir bæjarfulltrúar ræða frekar mál númer 1? Það sem var að ræða hér, það heitir hér samkvæmt undirboði íþróttamiðstöð Varmá, viðgerð á þaki. Svo virðist ekki verið, þá er umræðum þann lið, eða það mál lokið, en Margrét Guðsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarstjórn, ég kem undir liðnum 2.2, Brúarland sem skólahúsnæði. Bara vegna þessa máls hafa Jóhanna Björg og Linda Undengar skilað greinargóðri umsögn um málið, mjög fróðlegri og góðri. En þar sem þetta mál að varða skólahúsnæðin í Mosfellsbæ, þá finnst mér bara sjálfsagt að þetta verði sendt fræðslunefnd til kynningar og legg fram á tillögur. Þannig að tillögum afgreiðslu orðið laust líka til að líða að öðru leyti. Brúarlands og skólahúsnæði. Vilja einhver bæjarfullur ræða tillögu Margrétar. Við þurfum að greiða atkvæði um hana, ekki satt, að vísa þessu máli til fræðslunefndar. Til kynningar. Til kynningar, já. Ég gerði gott að setja það. Nú, ég lít svo á umræðum sem þetta mál sé frá loki. Það er kannski rétt að greiða þá atkvæði þessi samþykkja tillögu Margrétar Guðjónsdóttur. Það er þannig rétt upp að vísa til kynningar. Já, við fræðslunefndar konur eru greinlega. Já. Já, ég veit bara að þetta var að húsnæði, en alltaf, jú, ok. Atkvæðagreiðslan endurtekin hérna. Það eru 9 hendur á lofti. Það var sá afgreiðslumáti afgreiddur og þessi liður fullræddur. Eitthvað sem að bæjarfulltrúar vilja ræða hin málin 2 sem voru í þessari fundargerð. Og virðist ekki vera þá göngum við atkvæða fundargerðin í heild sinni, þeir sem samþykkja hana eins og einstök mál bara með sér í bennur eftir hönd. Hún er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá koma einstakar nefndir. 17. september hélt fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar fund. Þar voru 3 mál á dagskrá og vikið orðlaust. Fundur númer 285 í fjölskyldunefnd. Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem upp undir máli númer 1 og sem heitir leiðbeiningar fyrir sveitarfélög stuðningsþjónustu og nefndin bókar með leyfi forseta þannig í ljósi þess að félög getur drög uppfylla að mati nefndarinnar ekki ákvæði 2017. Laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 með framkvæmd stuðningsþjónustu þá beinir fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar þeim tilmælum til félagsmálaráðuneytisins að hraða verði vinnu við leiðbeiningar við framkvæmd stuðningsþjónustu. Og svo kemur það sem kannski mest máli skiptir. Lögð er áhersla á að í leiðbeiningunni séu vel skilgreind mörk stuðningsþjónustu og heilbrigðisþjónustu. Og ég er alveg sammála því að það þarf að gera það. En það sem ég er að hugsa bara núna með þetta, að ég held að veri skynsamlegt að senda þetta til öldungaráðs. Ég held að þetta veri málið sem öldungaráð ætti að taka fyrir á sínum fundum. Þannig ég legg það til að við sendum þessar leiðbeiningar inn til öldungaráðs. Já, orðalaust þetta fyrsta mál áfram. Annars erum við bara fram tillögu sem við fundurinn þarf að taka afstöðu til. Það er að vísa málinu sem slíku til kynningar í öldungaráði Mosfellsbæjar. Enginn sem vill taka til máls. Þá er rétt að þetta var formið tillaga annars er frá þér. Ég skildi þetta sé formið tillaga frá þér, þannig að það er rétt að við greiðum bara atkvæði um það. Tillaga gengur út á það að þessu máli verði vísað til kynningar hjá öldungaráði. Þessi samþykkja það er bennur rétt upp hönd. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, 9 atkvæðum. Orðið er ennþá laust fundargerðina að öðru leyti. Það voru 3 mál á dagskrá eins og ég sagði áðan. Eitthvað sem fólk vill ræða. Svo er ekki þá göngum við til atkvæði fundargerðin í heild sinni, þessi samþykkja hana, það er bennur rétt upp hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. 25. september var haldinn fundur í fræðslunefnd Mosfellsbæjar, hann er númer 367 sá fundur og ég gef orðið laust. 2 mál á dagskrá. Býtu nú við, nú sá ég ekki hverja fyrst fyrir ég var að lesa. Held ég það er fyrst. Það stóð fyrst? Ég er ekki sem það. Já, og svo örlugur og svona þeir. Það má vel vera, ég veit ekkert. Já, Kolbrún, gerðu svo vel.
Það eru 3 konur á mælendaskrá. Takk fyrir. Já, forseti kemur hérna upp undir fundargerð fræðslunefndar. Mig langar kannski að byrja á því að nefna það að við fengum góðan gest í bæinn í dag og inn í Varmárskóla, ég veit ekki hvort allir vitið það. En hérna, forseti Íslands kom inn og bankaði á dyr hjá Varmárskóla og eyddi hérna einhverjum klukkutímum á forvarnadeginum sem var mjög ánægjulegt. Skemmtilegt að hann skyldi velja það að koma til okkar, við erum mjög ánægð með það. En já, mér langar til að koma upp undir mál nr. 2, það var nú bara 2 mál á dagskrá, það er seinna málið. Það var ungt fólk 2019. Þarna var kom Margrét Lilja Guðmundsdóttir eins og áður og kynnti niðurstöður úr þessari könnun hagi og líðan nemenda í 5. til 7. bekk. Og það er margt sem kemur áhugavert fram í þessari könnun og náttúrulega kynnt og þar var boðið öllum nefndum, þar að segja íþrótt- og tómstundanefnd og fjölskyldunefnd var boðið að koma og ég held allri bæjarstjórninni að koma á þessa kynningu, af því að þetta náttúrulega skiptir okkur máli að vita það hvernig nemendum okkar líður í skólanum. En þarna er náttúrulega mikið spurt samband foreldra og barna og líðan á heimilum og náttúrulega líka líðan í skóla og þetta er ekki neyslukönnun, þetta er ekki vímuefnanotkun eða slíkt, þannig að þetta er náttúrulega ung börn. Þannig að þarna kemur margt í ljós og margt sem að þarf að líka kynna foreldrum, eins og þessar niðurstöður bera með sér, að þetta varðar fjölskyldurnar sjálfar. Þannig að þarna þurfa foreldrar að fá þessa kynningu sem við munum náttúrulega fá niður í skólanum. Og svona eitt sem stakk mig allavega í þessari könnun að það var samband umsjónarkennarans og nemandans sem að við fáum kannski ekki þá einhvern sem okkur langar að fá. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt einmitt að við skoðum það, af hverju það er svona að nemendum finnist þeir ekki verið í góðu sambandi við umsjónarkennaran sinn. Þetta skiptir mjög miklu máli að nemendur séu í góðu sambandi við umsjónarkennaran sinn, af því hann spilar stórt hlutverk á þessum árum. Og það er bara mjög margar, já, ég veist það vera svona eitthvað sem snýr að okkur, að flesta spurningar snúa meira að heimilunum og þess vegna mikilvægt að foreldrar fá þessa kynningu, en það sem snýr að okkur er svona meira sambandi við umsjónarkennarann og hitt var bara, já, svona almenn líðan í skóla og það er eitthvað sem við getum alltaf gert betur, en við höfum að bæta okkur, þannig að það er spurt mjög ítarlega það margar ítarlega spurningar sem eru þarna koma þarna fram, eða börnin eru spurð. Þannig það sem ég finnst að snúa að okkur, það er það samband við umsjónarkennarann og svona almenn líðan og við þurfum svona að kafa ofan í það hvað það er. Og það kemur líka fram að þarna eru börn sem þetta er náttúrulega miðstigið í grunnskólanum og það er oft svolítið flókið og það geta orðið árekstrar milli barna, þau eru svolítið að byrja að finna til sín og það þarf að kenna þeim og leiðbeina þeim. Þannig að ég held að við þurfum kannski að setja, eftir að ég las þessa könnun, mín þangagangur eftir að hafa, eða mínar hugsanir eftir að ég las þetta, að við þurfum að vera meira fókuseruð á að kenna börnum góð samskipti. Ég held að það sé bara grunnurinn að því að það farið fram nám, er að börnum líði vel og þau séu almennilega við hvort annað, gott ástand andrúmsloftinu í bekk og þá getum við farið að tala og spyrja árangur. Þannig að það sé eitthvað sem við þurfum að taka til okkar og það laumast nú alltaf inn svona nýjar spurningar inn í þessi kannanir og þarna var spurt barnasáttmálann. Nemendur okkar í okkar skólum þau þekkja ekki til barnasáttmálans og það er eitthvað sem við þurfum að bæta okkur í. Eða það er að segja kynna þeim, mætti kynna þeim og við þurfum alltaf að fara að skoða það varðandi þennan barnasáttmála, hvað við gerum með hann. Þetta var það á áætlun okkar sjálfstæðisfólks að innleiða barnasáttmálan. Þetta málefnasamningi Vinstri grænna á sjálfstæðisfólks, rétt. Og ég man, já, það fór náttúrulega inn í málefnasamninginn og það hefur aðeins verið rætt og fullur vilji til þess í báðum flokkum. Og
þannig það eitthvað sem snýr að okkur og svo finnst mér bara líka að það svolítið ljóst að bærinn að stækka. Það mikið af nýju fólki sem að flytja inn og það svolítið nýtt fyrir okkur til dæmis að það að foreldrar vina til dæmis þekkist ekki. Það kemur fram að í könnuninni að það einhver hópur sem að svara því að foreldrar mínir þekkja ekki foreldrar vinar míns og það svolítið nýtt fyrir í okkar sveitarfélagi. Það alltaf verið þannig að í svona litlu samfélagi þá hefur nú fólk svona þekkst svona innan bekkjar allavega en hér eru alltaf komið marga skóla og bara samfélagið að stækka og það líka bara áskorun og fólk verður þá bara að taka upp símann ef þess þarf. Já, og þau tala líka að fá ekki hrós, við rættum svolítið hrósið. Hvenær fær maður hrós? Maður fær náttúrulega hrós þegar maður vinnur sér inn fyrir því og stendur sér vel. Börn sjá nú fljótt í gegnum það ef að vera að hrósa kannski svona upp úr þurru en einhvern veginn þá finnst drengjónum okkar á miðstiginu þeir ekki fá honum mikið hrós. Það kannski verið svolítið gegnumgangandi að þeir kannski láta mikið fyrir sér hafa og finnst kannski stelpurnar meira að fá hrósið heldur en strákarnir. Það líka spurt íþróttaiðkunina, tómstundastarf. Börnin okkar eru nú flest öll í skipulögðu íþrótt- og tómstundastarfi og við erum með stelpur í stelpur í 7. og 7. bekk. Það eru fleiri en landsmeðaltali og strákarnir okkar líka sem stunda skipulagðar íþróttir 4 sinnum í viku eða oftar. Það finnst mér svolítið bara verið ánægjulegt að sjá. Þar eru við yfir landsmeðaltali. En aflaust koma einhverjar spurningar upp úr þessu þannig að ég er bara tilbúin til að svara þeim. Já, Örlygur Þór Helgason, gjörðu svo vel. Mál nr. 2, það er ekki það sem oft ræðar. Gjörðu svo vel, Örlygur. Virðulegi forseti, ég kem inn undir dagskrárlið 2, Ungt fólk 2019, skólaskýrsla. Ég tek undir með Kolbrúnu. Það sem ég kannski sé í þessu að þau eru oft ein heima eftir skóla. Og þá náttúrulega tónlistarstarfið mjög gott. Við erum að gera góða hluti í íþrótta- og tónlistarstarfi í bænum. Og hvernig getum við náð að virkja það meira? En það er annar þáttur þarna sem ég sé að nám er ekki skemmtilegt. Og það er 3. hver strákur í 7. bekk sem finnst námi leiðilegt. Hvernig getum við náð til þeirra til þess að ná árangri? Og 50% stráka eða 2-4 tíma í tölvun á dag. Og það er verið að vinna í bænum með rafíþróttir. Þannig getum við kannski náð smá að kenna réttan notkun á tölvun og ná árangri. En aðalmálið, hvernig ætlum við að vinna úr þessu skýrslum? Við fáum fullt af skýrslum, hver á að gera hvað? Já. Þannig að ég held að við þurfum að skipuleggja hvernig ætlum við að vinna úr þessu skýrslum, hver á að gera þetta, þannig að við gerum þetta svolítið markvisst. En það var mjög góð skýrsla og margt jákvætt og svona getur séð heildarmyndina hvernig getum við lagað það sem við þurfum að laga. Já, Anna Sigríður, þú næst gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir þessum samanlið, dagskrárlið nr. 2 á þessum 367. fundi kraftsnefndar, Ungt fólk 2019, skólaskýrslur. Og þarna fór fram kynning á niðurstöðum könnunar og vegum rannsókna og greiningar á högum og líðan ungs fólks í 5. til 7. bekk. Og við erum kunnug þessum könnunum þar sem Mosfellsbær hefur tekið þáttinn árabil. Og svona kannanir eru mikilvægar því það gefa okkur vísbendingar hvað er að gerast, hvaða breytingar er að verða í samfélaginu. Og það gefa okkur upplýsingar hvernig unga fólki okkar hefur það, hvernig því farnast í skólanum og í einkalífi í samanburði við börn annars staðar á landinu. Og upplýsingarna geta gefið tilefni til athafna og eða viðbragða af hálfu bæjarins. Þá er ég að tala bæjaryfirvalda okkar. Enda til hvers værum við að taka þátt ef við ætluðum ekki að nýta þessa niðurstöðu til uppbyggingar. Í þessari könnun kemur ýmislegt fram sem ég tel mjög nauðsynlegt að skoða nánar og ég ætla að nefna hér bara nokkur atriði af handahófi.
26,7% drengja í 7. bekk segjast aldrei eða nær aldrei verið með foreldrum sínum eftir skóla en á landinu öllu hlutfalli 13%. Hvað þýða þessar upplýsingar og hver er skýringin á þessum svakalega mun? Í 5. bekk segja 13% drengja það hafa stundum eða oft gerst í vetur að nokkri krakkar stríddu þeim einum miðað við 7% á landsvísu. 13 á móti 7. Þá segja stúlkur og drengir í 7. og 7. bekk að þeim finnist námið oft eða alltaf vera of erfitt og það er talsvert hærra hlutfall en landsmeðaltal. En þau sem segja námið oft eða alltaf vera of létt eru líka mjög hátt hlutfall en það er yfirleitt mjög svipað á landsvísu. Þannig sem dæmi þá eru það 20% drengja og 80% stúlkna í 5. bekk sem segja að námið sé of létt. Og það er þetta hátt hlutfall líka. 20% barna sem finnstu ekki fá nógu krefjandi verkefni í skóla. Og svo bara áfram að koma eins og hér er komið fram, sem sagt það koma fram sláandi upplýsingur hátt hlutfall nemenda sem líður ekki vel í kennslustundum. Það kemur reynda fram að íþrótta- og tómstundaiðkun er mikil meðal þessara aldurshópa og svipuð og að landsmeðaltali. En svo kemur líka í ljós að skjátími hefur yfirburði yfir lestartíma, eins og aðra kannanir svo sem hafa sagt okkur áður. Og svo eins og hér kom fram áðan að þá er þekking barna á barnasáttmálanum, hún er mjög takmörkuð og hún er það reyndar, hún er ekki nógu góð all land, en hún er bara 33% í Mosfellsbæ á meðan við 45% á landsvísu. Þannig að við erum eftirbátar þar líka. En ég ætla bara að benda á að samningurinn þessi var lögfestur árið 2013 og til þess að halda öllu til haga hér þá held ég að ég ætla svo sem ekki að tala fyrir önnur framboðið mitt, að við tölum líka fyrir því að innleiða barnasáttmálann í allt okkar starf hér í bænum. Þannig ég held að það sé mjög drjúgur meirihluti fyrir því að gera það hér. Og gott að það rataði inn í málefnasamning Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. En þarna er verk að vinna og það er ýmislegt sem kemur hérna fram sem veldur allavega mér dátlum óróleika. Ég ætla ekki að draga fram fleiri dæmi sem sagt úr þessari könnun, en ég tel að þessi könnun þurfi frekari umfjöllunar við innan stjórnkerfisins vegna þeirra upplýsingar sem þarna koma fram og ég hef nefnt nokkur dæmi hér. Og þá aðalega náttúrulega innan fræðslunefndar og jafnvel fjölskyldunefndar því þarna eru nokkur atriði sem að snerta við málefnasviði fjölskyldunefndar. Og þá kem ég kannski að afgreiðslu fræðslunefndar á þessari könnun og kannski í raun umgjörð umfjöllunarinnar könnunina hjá nefndinni. Kynningin fór greinilega fram á einhvers konar opnum fundi nefndarinnar. Það var sendt út fundaboð og það kom reynda fram í máli formannsnefndar hér áðan að það var sendt á nefndamenn í fjölskyldunefnd, íþrótta- og tómstundunefnd og bæjarstjórn. Ég fekk þetta fundaboð klukkan, mér minnir hvort það var 15:59 eða 16:59 á 2 dögum áður en fundurinn var haldinn og ég hafði ekki tök á að mæta. Hefði kannski getað hnikað til hefði ég haft meiri fyrirvara. En þetta var ekki hefðbundinn fundur fræðslunefndar þar sem fræðslunefnd situr í sínu rými, ræðir auðvitað undir trúnaði sem gildir á þannig nefndarfundum og veltir fyrir sér ýmsum hliðum á málunum. Þetta var að mínu áliti of stór fundur. En ég er ekki, mér finnst mjög gott að halda svona kynningafund, mjög gott. Mér er ekki bara leiðilegt að ég komst ekki. Býtum við hérna, ég er með fundaboði hérna, já. Mér finnst nauðsynlegt að fræðslunefnd taki umræðu og afstöðu til þess sem gera skal við þessa niðurstöður fyrir á formlegum fundi nefndarinnar þar sem umræðan fer fram innan hefðbundinnar umgjarðar nefndarfunda. Afgreiðsla nefndarinnar á þessum fundi, hún hljóðar svo með leyfi forseta. Kynning frá rannsókn og greiningu hagi og líðan nemenda í 5. til 7. bekk. Niðurstöður verða sendar á skólana og verða þær birtar á heimasíðum og kynntar foreldrum og starfsfólki enn frekar.
þessi bókun segir mér ekkert það hvað nefndin ætlar, hvort hún ætlar að taka þetta mál í fangið og vinna markvisst með þeim leiðum sem hún hefur að endurbótum. Þess vegna tel ég þetta ekki fullnægjandi afgreiðslu nefndarinnar. Þess að ég er bara full á trú að nefndin geti gert þetta betur. Og mér finnst þetta ekki vera fullnægjandi afgreiðsla og á þessari könnun sem eins og ég sagði áður inniheldur ýmsar upplýsingar sem þarfnast nánari skoðunar. Ég tel að nefndin ætti að taka niðurstöðurnar fyrir á hefðbundnum fundi með kynningu rannsakara, það er að segja að fá rannsakara aftur bara inn á fund nefndarinnar sjálfrar. Þá eru nefndunum líka búin að kynna sér betur þessi gögn og hafa kannski markvissari spurningar. Og þar sem nefndunum gefst betra tækifæri til þess að ræða þessar niðurstöður og leiðir til þess að nýta niðurstöðurnar til úrbóta fyrir börnunum okkar. Því það held ég að sé aðal tilgangur með því að gera svona kannanir. Það er að finna út hvar kreppir skórinn, hvað getum við gert til þess að laga. Það sem kemur í ljós er kannski ekki alveg nógu gott. Þá tel ég sko bara í ljósi þess að fræðslunefnd hefur mjög ríku eftirlitshlutverki að gegna samkvæmt lögum og samkvæmt samþykktum bæjarins. Þá ætti nefndin að ræða það hvernig hún hyggst fylgjast með því að unnið sé úr þeim vísbendingum sem koma fram í könnuninni, því eins og ég nefndi í upphafi, þá hlýtur, og ég er búin að nefna tvisvar, þá hlýtur tilgangur með þátttöku í svona könnunum að vera að nýta niðurstöðu til uppbyggingar. Þess vegna ætla ég að leggja fram tillögu hér það að fræðslunefnd taki könnunina aftur inn til sín til umræðu og afgreiðslu á hefðbundnum nefndarfundi og fái rannsakara til fundar við sig til þess að ræða niðurstöðurnar nánar og viðbrögð við þeim sem og hvernig nefndin hyggst fylgjast með og styðja við skólana, þess að það þarf að styðja við skólana í úrvinnslu og viðbrögðum við könnuninni og sinna þannig eftirlitsskyldu sinni. Þannig að það er mín tillaga að þetta verði tekið til nánari umræðu og úrvinnslu innan nefndarinnar. Ég samt þetta. Valdimar Birgisson, þú ert að styrkja þessu vel. Já, það er ungt fólk og líðan í Mosfellsbæ. Ég ætla nú að taka undir því sem sagt hefur verið hér að það er margt í þessari skýrslu sem kemur fram sem við þurftum að skoða. Það er mikilvægt að mæla, bara að mæla hvernig fólki, hvernig krökkum líður og því meira af upplýsingu sem við höfum það, því betra. Líka það sjást alls konar mynstur út úr því sem er þetta að nota til þess að bæta líðan fólks, árangur og svo framvegis. Ég fór á þessa kynningu þarna sem var haldin í framhaldsskólanum og þar kom mjög skýrt fram hjá fyrirlestra og hún sagði sko það sem er breytt núna og hvernig er núna og hvernig þetta var, að það er núna erum við hreinlega að spurja krakka sko hvernig líður ykkur. Við erum að spurja krakka hvað er að gera. Við erum að spurja hvernig eru aðri krakka við, koma fram við ykkur, hvernig er sambandið við kenna, hvað eigið miklu tíma með foreldrum og svo framvegis. Þetta var náttúrulega ekki gert áður. Það hefur nátt gríðarlegur árangur í forvörnum, því að það var að minnast að það að forsetinn hefði komið hérna í dag sem var mjög gott á forvörnadegi. Það sem er fyrst og fremst breytt í forvörnum hjá okkur er ekki hvernig krakkarnir eru. Þetta eru sömu krakkar eða svipaði krakkar, hafa eru svipuð og jafnvel þegar við vorum ung. Þó það hljómi ótrúlega. Þá er það þannig. Það er fyrst og fremst umhverfið sem er breytt. Umhverfið er breytt að því leytinu til dæmis að það er betur haldið utan krakka. Þau hafa ekki sama aðgang að tækifærum til þess að fara til þess aðgengja vímuefnum og svo framvegis. Þau eyða meiri tíma með foreldrum sínum, eða foreldrar eyða meiri tíma með börnunum sínum og það kom líka skýrt fram að það er mjög mikilvægur þáttur í þessu. Hversu mikinn tíma eyða krakkar með foreldrum sínum og það er bein fylgni milli þess að þau eyða meiri tíma með foreldrum sínum og neyslu og líðan líka.
Þannig að mér langar að koma að því að öðrum þætti í þessum fyrirlestri og það er þetta að það er mikilvægi þess að eyða tíma með börnum, að foreldrar eiga meiri tíma með börnum. Þannig að þessar upplýsingar sem kom fram í þessar skýrslu eiga mikið erindi við foreldra. Og það er það kannski sem var svona ábótavant í kynningu þessa fundar. Að ég sem foreldri í Varmárskóla fékk póst fundinn í hádeginu daginn sem fundurinn var haldinn. Og það náttúrulega mætti ekki margir í því. Þannig ég hveti þess, og ég heyrði nú man ekki alveg hvernig tillaga Önnu var, bæjarfulltrúi Önnu, var, en ég fæ kannski að heyra hana eftir. En ég ætla nú hvetja til þess að einmitt að þetta væri sendt aftur til fræðslunefndar og fræðslunefnd skoði það hvernig við getum komið þessum upplýsingum betur til til foreldra. Þannig að verði haldnir fleiri fundir þar sem að þessar niðurstöður verið kynntar þannig að foreldra geti hafi betri aðgang að þessu og hreinlega verið kynnt þessar niðurstöður. Þannig að þetta eru vísbendingar þarna sem eiga vissulega erindi inn til skólastjórnenda en líka til foreldra. Þannig að minnst á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og að nemendur í Mosfellsbæ hefðu litla þekkingu á honum og við Viðreisn í Mosfellsbæ höfum það líka á stefnuskrá okkar að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þannig að við munum styðja það. Þannig að gott mál að það er alveg sammála um það, þannig að það er ekkert annað að gera en að vinda sér í það verkefni. Takk fyrir. Orðið laust annað mál, en Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég bara gleymdi því í máli mínu síðast, því ég kom inn upp á þann, að einmitt að tala afgreiðslu málsins. Það er náttúrulega stórt atriði. Síðan 2011 sem Mosfellsbær hefur fengið þessar niðurstöður í sínar hendur, hefur ávallt verið unnið með þessar niðurstöður. Þetta er, bara svo ég byrja að tala um það, hvernig, þetta er náttúrulega þetta er yfirgripsmikil könnun sem er gerð á högum og líðan barna. Við fáum þetta síðan skipt niður á skólana, nákvæmlega hvernig börnum í 5., 6. og 7. bekk líður í hverjum skóla. Og þar er farið í gegnum þetta með námsráðgjöfum og öðrum sérfræðingum sem koma að líðan barna og skólastjóra. Og á sjálfsögðu er þetta kynnt kennurum. Mér finnst þetta það væri til einskis að fara að fá þessar niðurstöður ef við ætlum ekki að vinna neitt með þær. Þannig að það er að sjálfsögðu, við höfum ekki beint fengið alltaf skýrsluna tilbaka hver er staðan í dag, nákvæmlega á þessum tiltekna árgangi eftir einhvern x tíma, en við höfum unnið með til dæmis varðandi vímuefnakönnunina í 8., 9. og 10. bekk. Þá höfum við fengið aftur niðurstöðuna tilbaka, eða þar að segja fylgst með gangi mála. Við erum ekkert að fá, og svona hvað var gert við niðurstöðurnar. Hverju einasta ári sem að þetta er gert annað hvert ár, þá fáum við þetta til okkar, þetta er fyrir inn í skólana, þetta er fyrir inn í kerfið og við kannski bæta við og kannski byrja því að segja að þessi fræðslunefndarfundur, hann var haldinn inn í einu rýminu inn í FMOS. Síðan bara fórum við fram og hlustum á kynninguna, svo fórum við inn aftur og ræddum niðurstöðurnar. Þannig að við vorum ekkert að ræða þær, fundurinn fór ekki fram fyrir þannig síðan opnum tjöldum. Við fórum inn, ræddum niðurstöðurnar og áttum þar bara mjög góðar umræður það hvernig fólk vil sjá þetta gert. Þar kom inn á fundinn Lísa Greipsson, nýr skólastjóri Lágafellsskóla og sagði okkur frá því að Lágafellsskóli til dæmis gerir kannanir hjá sér árlega á líðan barna og fylgjast með árgöngunum. Hvernig þegar var gerð könnun í öðrum bekk og þá fylgjast þau með þessum tiltekna árgangi upp allan skólann og fara þar ofan í saumana á því ef þessi árgangur er svona og hvað veldur og það gera þau með sínum mælitækjum. Þau sem er ekki skólapúlsinn, ég veit að þau annað vegna þess að þeim fannst skólapúlsinn ekki henta þeirra skóla og þeirra umhverfi, hvernig þau eru með, hvernig þeirra skóli er.
Þannig að, sko, og ég veit að Varmárskóli er að gera þetta líka. Þau eru að gera kannanir á líðan barnanna og ef að þau fara með mælinn onni í einhvern árganginn og sjá að hér er eitthvað að vera, sem er örugglega alveg í, væntanlega er algjörlega tónar við þessar niðurstöður okkar, að þá er farið að vinna markvisst strax með hverjum árgangi fyrir sig. Hér eru opinber gögn, hér er bara svolítið svona, þetta er staðan í Mosfellsbæ. Mér finnst sko mjög mikilvægt að sko fá þessar niðurstöður og við erum ekki að fara í einhverja svona stóra róttækar aðgerðir. Það er verið að vinna með þessar niðurstöður allan veturinn. En mér þætti til dæmis mjög vont að sjá það eftir kannski 4 ár að drengjum í 7. bekk líði ennþá svona illa hjá okkur. Hvað hefur þá gerst? Höfum við þá ekkert gert? Höfum við ekkert verið að vinna? Mér finnst ekki stóra málið það hvernig, hvort að sko auðvitað eigum við að fá alltaf til okkar inn á fræðslunefndina hvernig börnunum okkar líður í skólanum og hvað er verið að gera. En mér finnst miklu mikilvægara að þau sem vinna út í skólanum sé að vera að vinna með þessar niðurstöður, þeirra niðurstöður frá degi til dags allan veturinn. Alltaf verið að vinna úr og ég veit að það er þannig sem þetta er gert. En ég veit ekki alveg hvað við græðum nákvæmlega á því, kannski bara við fáum bara örstutt það. Það væri kannski hægt að fá bara sko einhvert minnisblað það hvernig er verið að vinna með líðan barna í hverjum skóla. Og ég held að það sé nefnilega eitthvað sem við ættum að fá bara til okkar frekar en akkúrat eitthvað nákvæmlega þessa könnun. Því ég veit að það sem þau eru að gera út í skólanum eru miklu betur gögn heldur en akkúrat þetta tiltekna. Þó að þetta er svona, ég er ekki að segja þetta sé lélegt, alls ekki að segja það, en þetta er miklu ítarlegra. Það sem námsráðgjafar og skólasálfræðingar og þeir sem er að gera og sérkennslan, þarna er kerfið að vinna alla daga á því að reyna að láta börnum líða betur. En ef það er eitthvað sem kemur í ljós að bæjarfélagið, að bæjaryfirvöld, fræðsluyfirvöld geta stigið fastar inn í það, eins og við gerum til dæmis með þjónustuna inn í Varmárskóla, sem eru ákveðnar sko niðurstöður úr könnunum það hvernig við viljum hafa þetta öðruvísi og betra. Og þetta voru kröfur eða óskir kennara það hvernig þau vilja sjá aðbúnað sína nemenda inn í sínum skóla. Og það var brugðist við því strax. Við bregðumst við því þegar við fáum einhverjar óskir, ábendingar eða eitthvað sem má betur fara inn í skólanum okkar allan veturinn. Ég vil ekki fá á vori, býttu við, það búið allt í rugli hérna í Helgafeldsskóla í 5. bekk. Hvað ætlaði að gera næsta vetur? Ég vil bara fá að vita strax ef það gengur illa í 5. bekk upp í Helgafeldsskóla. Það er eitt varðandi líðan í skóla og varðandi það að námið sé of erfitt eða of létt. Og lykillinn að því er einstaklingsmiðað nám. Alveg sama hvað okkur finnst það, þá verðum við á 21. öldinni að fara að læra það, eins og myndin segir til dæmis við erum ekki að senda fílinn upp í tré eins og apan. Við verðum að fara að mæta þessum börnum miklu betur en við gerum í dag. Og ég er ekkert endilega á því við erum að senda þau öll í sérkennsluna. Við erum líka að fara með þetta inn í stofuna að segja við þennan sem er alveg rosalega lesblindur og er rosalega erfitt með að læra ensku, að hann fái það bara aðeins öðruvísi efni í ensku. Af hverju þurfa þau öll að vera með sama efnið í enskunni? Þetta er mjög einfalt í mínum huga. Ég kenndi í 20 ár einhver skyldi að mista því. Að ég hafa sagt það. En sko, og ef einhver er rosalega klár í ensku, að bara færa námsefnið við hæfi. Þetta er engin geimvísindi. Þá verður bara kennarinn sem búin að kenna mjög lengi ensku með mikla reynslu. Við erum með frábæra kennara í öllum okkar skólum. Það segir, hei, Anna Sigríður, þú ert frábær ensku. Ég ætla bara að ná í 9. bekk, þú bara komin í framhaldsskólaefni, ég skal bara sækja þessa bækur fyrir þig og undirbýr þig bara undir framhaldsskólan. Við erum bara að fókusera á, ekki bara bekkin, ekki horfa á bekkin sem kassa. Horfum á bekkin sem 20 lifandi orma sem eru bara skríðandi um gluggann hjá okkur allan daginn og við þurfum einhvern veginn að halda þeim með efnið og leyfa þeim að takast á við það sem þau eiga að takast á við. Þeim leiðist í skólanum að því að efnið er of létt eða erfitt. Og ef ég get ekki skilið að nemandanum mínum líði illa og hann get ekki tekist á við námsefnið sitt, þá verð ég eitthvað að skoða hjá mér hvernig ég get bætt mig sem kennara.
að þetta fari til fjölskyldusviðsins og fjölskyldunefndar, ég skal algjörlega bara, ég held þetta farið þangað alltaf. Er ekki rétt bæjarstjóri? Þessar kannanir fara alltaf til fjölskyldusviðsins líka. Í sérstaklega, já, þannig að við þurfum ekki að senda þangað. Þetta fer að hagi og líðan og vímuefnanotkun fer alltaf. Og íþróttanefndina. Og íþrótta- já, líka. Þetta voru þær 3 nefndir sem voru líka boðaðar, sko, á kynninguna. Þetta fer yfirleitt. Ég nánast get fullyrt að þetta fari alltaf, þessar kannanir, þessar niðurstöður fara þangað. Og leiðir til úrbóta, já, algjörlega. Við eigum að nota þetta til úrbóta. Annars getum við bara sleppt þessu. Við borgum fullt af peningum fyrir þessa þjónustu hjá rannsóknum greiningu. Og ætlum ekki að nota þetta til úrbóta, skulum bara hætta þessu. Þurfum ekki að fá þessu niðurstöður. Þannig að þess vegna finnst mér, til dæmis þessi könnun sem varðar líðan barna, það fátt sem snertir mínar innstu hjartataugar eins og líðan barna í skóla. Að ef við getum ekki lagað þetta, þá getum við bara, já, ég ætla ekki að segja það sem ég ætla að segja, sko. Við verðum að laga þetta, við verðum að laga það og þetta er á landsvísu, strákar á miðstigi. Ég veit að Örlygur, hann bara veit á nákvæmlega hvað að tala að við verðum að fara að einhvern veginn hætta að líta á þá sem vandamál. Við bara fara að mæta þessum strákum, hættum þessu. Ég er búin að setja margar ráðstefnur drengi í skólum, alveg síðastlega 20 ár, drengir í skólum. Og ég man alltaf orðin hennar Möggu Polly þegar hún hélt einu sinni fyrirlestur drengi í skólum. Og hún sagði, ég vona einn daginn, þá höldum við fyrirlestur, en ráðstefnu, heilan dag, stúlkur í skólum og það verður jafnvel mætt hér og í dag þá og í dag. Það var stútfullt Grand Hotel. Allir kennararnir að pögast undan strákum í skólum. En mér finnst það gott hjá henni. En eitt sem ég vil kannski líka stinga upp á, af því að varðandi líðan barna, foreldrasamstarf, að foreldrar þekki ekki vini barnanna sinna. Hvar er foreldrafélagi í þessu verkefni? Gætu við gert eitthvað jákvætt uppbyggjald með foreldrafélögum hér í þessu sveitarfélagi? Var þetta ekki frábært verkefni fyrir foreldrafélögum að taka? Og segja betur, þekkjast ekki allir foreldrar hérna í þessum bekk? Getum við ekki gert eitthvað, bætt eitthvað úr því? Getum við gert eitthvað til að það breytist? Getum við gert eitthvað til að börnunum okkar líður betur í skólanum? Það er ekki kennarinn einn sem getur staðið uppi með heilan bekk. Ég þreytist ekki að tala um þorpið. Þetta þarf heilt þorp. Og ég sagði það líka á þessari kynningu. Við erum bara einn hlekkur í keðjunni. Þetta er íþróttafélagin, þetta er skólinn, þetta er bæjarfélagið, þetta eru foreldrarnir og þetta er skólabíllinn og hvar þessi börn eru? Okkar börn eru hérna allan daginn. Þessi keðja verður að halda saman. En ef eitthvað er búið að höggva í keðjuna og eitthvað vantar að gerast, eitthvað sem við sjáum að er ekki í lagi, þá lögum við það. Við þurfum að gera það alls saman. Úrbætur eru eitthvað sem að, þetta er síverkefni. Þetta er síverkefni að fá svona könnun inn, sjá bara, ok, ég vil ekki sjá að börnunum og drengjónum okkar hér í Mosfellsbæ í 5., 7., 7. bekk líði verr en á landsvísu. Ef það er niðurstaðan, þá skulum við tala um það og gera eitthvað í því. Takk. Anna Sigríður, þú er næst, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég get eiginlega skrifað undir mjög margt af því sem formaður fjárlaganefndar sagði hér. Þetta er mjög margþætt úrlausnarefni, en við komumst ekki fram hjá því að fræðslunefnd er eftirlitsaðilinn með skólakerfinu hérna. Bara lögformlega, og þarna eru vísbendingar, ég ætla ekki að nota eitthvað stærri orð um það, hluti, þar sem eru vísbendingar all land að hluti megi betur fara. Það eru líka vísbendingar að ástandið sé verra hjá okkur en að meðaltal á landsvísu. Og það að skólarnir séu sjálfir að taka kannanir varðandi líðan barna, það er bara fínt og gott. Ég bara spyr, koma þær niðurstöður inn til eftirlitsaðilans sem er fræðslunefnd?
Ég minnist þess ekki en ég ætla ekki að þvertaka fyrir það. Hérna allavega erum við með könnun sem að hérna er auðvitað ekki alfa og omega í þessum málum. En þetta er mikilvæg könnun. Við ákveðum að taka þátt í þessu og þá náttúrulega ber okkur skylda til þess að taka alvarlega niðurstöðurnar. Varðandi sko afgreiðslu nefndarinnar og formaður kemur og segir að hún hérna að þetta verði til umræðu og allt það og ég trúi því og ég veit að það er verið að vinna að þessum hlutum inn í skólunum en skólinn þarf líka stuðning okkar til þess að vinna vel í hlutum sem að kannski eru ekki alveg í nógu góðu hérna fari. Mín meining með þessu er ekki einhver árás á einhvern eða vantraust á neitt sem að sem er að vinna í þessum málum. Þetta er bara svo mikilvægt mál að við verðum að taka utan um þau. Vegna þess að eins og formaður fræðslunemndar segir, ég held ég sé ekki að leggja inn orð í mun, þá er bara ekkert mikilvægara heldur en börn. Það er bara alveg sama hvaða viðfangsefni við erum að tala um hér, einhver stórmerkileg skipulagsverkefni og hvað þetta heitir allt saman, það er ekkert mikilvægara. En það, hvernig við búum með börnunum okkar, hvernig við búum, hvaða umbúnað við veitum þeim og því fólki sem að velur það að sínu ævistarfi að sinna þessi börn sem er náttúrulega kennarar og allt starfsfólk skólana. Þannig að sko, mér finnst mjög mikilvægt að nefndin taki dýpri umræðu um þetta og kannski tengi þá við þessar, sko, eins og hér kom fram, að það eru gerða mánaðarlega líðana, ég voni ég sé það rétt með, mánaðarlega er gerð könnun líðan barna í Lágafeldsskóla allavega. Það var ekki mánaðarlega, allavega þá höfum við missist. En tengjum það þá saman við þessa niðurstöðu, horfum á heildarmyndina og ákveðum hvert við ætlum að fara. Og tilgangurinn er bara einn, hann er bara sá að bæta umhverfi barnanna í skólanum okkar. Hvort sem þeim líður vel eða illa, hvort sem þeim finnst námsefni létt eða allt og þungt og ég tek heils hugar undir þessi formaður fræðslunemndar að tala hér um að það verður einstaklingsmiðað frekar. Þessi niðurstaða segir okkur bara það að þar erum við að klikka. Ef við erum með 20% barna sem finnst námið og létt og við erum með, hvað var hluta þetta? Var það svipa sem fannst allt og þungt, skiljið það? Sko, og með fullri virðingu fyrir öllum, þá er það bara óljósnarefni. Við verðum að horfa á þetta. Já, og svo ætlum ég bara ekki að segja meira nú. Takk. Haraldur, þú næstur, hversu var? Já, forseti, hér hafa verið haldnar alveg frábærar ræður tilfinningar ykkar, já, hárrétt, hérna, öllum þeim sem hér hafa talað líðan barna í skólum. Ég get tekið undir hvert einasta orð sem allir sögðu hér í þessu púlti það og ég treysti mér ekki til að bæta neinu við það. En það er hérna liggur hérna fyrir tillaga frá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði að fela fræðslunefnd einhverju frekari úrvinnslu á þessu máli. Ég skil nú málflutningin þannig að þetta mál sé raun og veru ennþá til meðferðar hjá fræðslunefnd. Það sé verið að hafa þessi kynning. Það verður síðan áframhaldandi kynning og málið síðan verður aftur á dagskrá og þannig skil ég málið. Þannig að ég ætla nú að koma bara með málsmeðferðartillögu og bara ég er ekki að fara að tala ég tristi mér ekki í þessa greiningar á þessum skýrslu að bæta einhverju við þar sem kom hérna fram áðan, það er nú bara að tala um praktík, koma hérna með málsmeðferðartillögu það að þessari tillögu sem slíkri verði bara vísa til fræðslunefndar. Og þá er það bara ámenning til nefndarinnar sem hefur komið fram að vinna áfram í þessum málum sem líka hefur komið fram og ætla sér að gera. Mér finnst svona ég á minnst mjög erfitt með að fara að styðja einhverja tillögu eitthvað sem hér hefur komið fram að nefndir ætla sér að gera. En mér finnst bara fínt að þessi tillaga sem slík fari bara til nefndarinnar og ég held að það geti allir verið sammála eða minnst er ég það, efnisinnihaldi þess hvernig á að meðhandla málið og ég held að það sé engin ágreiningur um það, minnst eftir að hafa hlustað hérna á þessa ræðu. Þannig að þetta er mín tillaga, forseti, málsmeðferðartillaga, þessari tillögu verði vísað til fræðslunefndar úr bæjarstjórn.
Má ræða móti. Já, ég ætla að forseta að gera bara stutt hlé. Já, við hefjum þá fund á nýju. Við erum að ræða fundargerð fræðslunefndar frá 25. september. Annað mál sem heitir Ungt fólk 2019, skólaskýrslur. Ég gef orðið laust málið ennþá og síðan liggur hér fyrir málsmeðferðartillöga sem við höfum greiða atkvæðum á eftir, en ég tel rétt að gefa orðið laust almennt málið ef einhver vil taka frekar til máls það. Svo virðist ekki vera. Þá er komið að því að afgreiða tillögu. Önnur Sigríðar, ég ætla að fá að lesa hana hér í heyranda hljóði. Hún las hana hér áðan, en hún hljómar svona. Bæjarfulltrúi S-lista leggur fram þá tillögu að fræðslunefnd taki könnunina aftur inn til nefndarinnar til umræðu og afgreiðslu á hefðbundnum nefndarfundi og fái rannsakara til fundar við sig til að ræða niðurstöðuna nánar og viðbrögð við þeim, sem og hvernig nefndin hyggst fylgja eftir og styðja við skólana í úrvinnslu og viðbrögðum við könnuninni og sinna þannig eftirlitsskyldu sinni. Þannig hljómaði tillaga Önnu Sigríðar. Bæjarstjóri lagði síðan fram málsmeðferðartillögu og samkvæmt fundarsköpum ber að ræða hana eða greiða atkvæði hana umræðulaust, og tillaga hans var einfaldlega sú að tillaga bæjarfulltrúa S-lista verði send fræðslunefnd til afgreiðslu. Og þá gangum við til atkvæði málsmeðferðartillögu sem kom hér fram áðan. Þeir sem að samþykkja málsmeðferðartillöguna ber rétt upp hönd. Hún var samþykkt með 9 atkvæðum. Ég kannski vilja leggja fram örstutta bókun þetta. Já, þá er rétt að gera hér stutt hlé.
Ég hef þá fund á nýju og ræðum ennþá fundargerð fræðslunefndar frá 25. september, annað mál, ungt fólk 2019 skólaskýrslur og Haraldur Sverrisson, þú ætlar að lesa hér upp bókun frá D.A. fyrsta. Gjörðu svo vel, Haraldur. Það sé bara östuð bóku frá D.A. aflista. Ástæða þessara málsmeðferðartillögu sú að málið enn til meðferðar hjá fræðslunefnd. Óska eftir að þetta verði fært til bókar. Þá lít ég svo á að umræðum þetta mál hér lokið. Það var eitt annað mál á dagskrá þessara fundargerðar, kynning og FMOS. Orðuðlaust það er ekki fyrir í boði undir þessari fundargerð. Umræðum lokið og við göngum til atkvæða fundargerð fræðslunefndar í heild sinni. Þeir sem samþykkja hana eru bennir rétt upp hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið á skipulaginu og skipulagsnefnd. Það hvorki fleiri en færri en þrjár fundargerðir. Enda eru stór mál þar á dagskrá að venju og fyrst 2 fundirnir snerust eingöngu aðalskipulag Mosfellsbæjar, endurskoðun. Og svo kom, það var bara 1 mál á dagskrá þar á þeim fundum og síðan kom ein fundargerð og fleiri málum. Við erum nú vön. Við byrjum bara, tökum þetta bara réttur í röð. Við byrjum á fundargerð frá 17. september, hann var númer 494, 1 mál á dagskrá, aðalskipulag Mosfellsbæjar, endurskoðun, ég gef honum laust. Við séum ekki hljós, þá afgreiðum við þessa fundargerð og ég byrði þá rétt upp hans sem samþykkja hana. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. 3 dögum síðar var haldinn fundur aftur í þessari ágætu nefnd. Það var fundur númer 495, sama mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Kveðið sem ekki hljóð, þá er umræðu lokið og þá var rétt upp hans sem samþykkja hana. 9 hendur á lofti. Síðan var haldinn fundur númer 496 í skipulagsnefnd 27. september. Þá könnumst við nú frekar við málafjöldann því það voru 20 mál á dagskrá með afgreiðslufundi byggingafulltrúa, mörg mál að venju og ég gef orðið laust. Nú, það kveður sig engin hljóðs undir þessari fundargerð, þá er umræðu lokið og við göngum til atkvæðaágætu bæjarfulltrúar. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og Eistokka bera með sér eða bennir rétt upp hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 203. Það var haldinn 19. september, 10 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar kannski fyrst bara ef ég má tala, bara örfáorð bara nokkuð mál þarna sem var vísað til umhverfisnefndar frá skipulagsnefnd. Þau snerust öll óskir framkvæmdir innan hverfisverndar. Og mér langar bara til þess að vekja athygli á því ef ég má forseti að þó ég sé ekki að tala um einhvern einstakt mál að það er mjög mikill samhljómur innan umhverfisnefndarinnar að standa vörð hverfisverndina og þannig voru allir þessi mál afgreidd á sama veg að leggjast gegn því að framkvæmdir væru leyfðar. Svo langar mig aðeins forseti ef ég má tjá mig aðeins 10. mál. 10. mál, já. Það er sem sagt endurskoðun umhverfisstefnu eins og þið væntanlega munið þá samþykktum við nýja umhverfisstefnu. Nú man ég ekki alveg nákvæmlega dagsetningu, það var einhvern tímann í Vor. Það var ekki vor, já, eða snemmsumars, já. Og það er kannski pínlítið villandi að þetta er ennþá á dagskrá nefndarinnar en þetta snýst það að vera að setja þetta í sómasamlegan búning. Og því miður það hefur dregist, mér skildi það að vera einhver svona vanhöld á góðu sambandi við hönnuðinn og en nú standa vonir til þess
að stefnan fari að líta dagsins ljós í þeim búningi sem henni ber og verður þá sett náttúrulega við bæjarins og vonandi dreift eitthvað og kynnt þá á markvissan hátt í framhaldinu. En þetta sem sé ekki, það ekki hafin aftur vinna við endurskoðun og umhverfisstefnu Mosfellsbæjar sem ný samþykkt. Heldur snýst þetta bara svona hönnun á prentgrip eða vefgrip. Takk. Einhverju sem vil læra tíundamál, Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Það ekki tíundamál. Ekki tíundamál. Hinmál. Já, fyrirgefðu, ég ætla að reynda aðeins að taka til máls. Má ég aðeins svara henni önnur? Já, tíundamál. Eða eitthvað hitt sem að var að tala. Það var svara mér, var ég að segja þetta? Nei, ég ætla bara að fá að taka undir með Annu Sigríði að við erum okkur mjög umhugað líka í skipulagsnefnd hverfisverndina en við erum líka okkur mjög umhugað að halda upplýsingaflæðinu milli þessara nefnda góðu. Þannig að því leytinu til að þá vísum við þessum málum til umhverfisnefndar. En það var nefnilega þannig að allavega í einu af þessum málum það eru undantekningar varðandi hverfisvernd sem er í aðskipulagi Mosfellsbæjar sem að líta þá meðal annars að stígagerð og endurgerð á byggingum og öðru slíku sem standa inn á hverfisverndinni. Og við vorum svona örlítið í vafa hvort við ættum að taka tvö þessum málum lengra og vísuðum þessu til umhverfisnefndar til þess að fá þeirra álit líka. En við vorum samdóma þeim í þeirra áliti að þessi mál sem að þarna voru til umfjöllunar, þau féllu ekki undir þessu undanþágu og þar af leiðandi var þetta breið og góð samstaða í báðum þessum nefndum það að þessi mál ætti því miður ekki framgang vegna þessara hverfisverndar. Ég vil bara taka það fram að við gerðum þetta til þess að fá bara fleiri augu á þetta og vera með samráð. Takk. Forseti, má ég aðeins bara Forseti, takk fyrir að hleypa mér og ég langar bara til þess að bregðast við innkomu formanns skipulagsnefndar og segja að ég mjög ánægð með þessi vinnubrögð skipulagsnefndar að senda mál sem eru þessi snertifletir við á milli nefndanna. Það ekkert alveg sjálfsagt að fólk muni alltaf eftir þessu en mér finnst þetta bara mjög gott vinnulag og fagna því sérstaklega að skipulagsnefnd skuli vera svona víðsýn og vilja fá sem flest augu á svona ákvarðanir sem geta verið umdeilanlegar kannski. Þá langar mig að taka til máls aðeins. Það frá 10. mál. Fyrst alveg aðeins þetta hverfisvernd sem var bara ágætlega. Brjóta reglu forseta. Já, það þess að bara sem var almennt hér og ég bara tek undir það sem hér var sagt bæði á Önnu Sigríður og Ásgeiri að hverfisvernd bara í besta mál, ekki síst í svona bæjarfélagi það sem svo mikið námi í milli byggðar og óspilltrar náttúru. Það á jafnt við okkar tilfelli einstakar ár, fjöll. En mér langar aðeins að segja með 10. mál, það var ekki ráðum og Anna Sigríður fór nú yfir þetta. Titillinn náttúrulega bara gamall en málið heitir þetta því að þannig byrjaði það. Það var mikil vinna sem byrjaði nú á síðasta kjörtímabili, það var bara eina svolítið gott að það voru 2 nefndir sem komu að þessar endurskoðun, búin að vera mikil vinna með heimsmarkmiðin, íbúafundur hér í FMOS og þessi umhverfisstefna sem búið að samþykkja. Hún tekur mið af heimsmarkmiðunum Sameinuðu þjóðanna sem eru nú mikið umræðinu þessar mundir. Og eina sem eftir að gera að koma þessu út í formi þá bæði vefútgáfu og líka þá í prentaðri útgáfu. Hversu upplagið verður stórt veit ég nú ekki alveg. Þannig að þetta nú allt að fara að gerast núna. Þetta vildi ég segja 10. mál. En orðið ennþá laust þessa fundargerð, umhverfisnefnd frá 19. september. Valdimar, gjör svo vel. Já, nú skulum við tína númerinu. Ég ætla að tala metan. Metani, það hérna 7. Mál nr. 7. Notkun á metani. Upplýsingar frá formann. Nú sér.
Þannig ég ætla að tala um mál nr. 7, metan, en fyrst ætla ég að tala um hverfisvend. og bara taka undir það sem ég hefur sagt, mikilvægi þess hverfisvendina fyrir okkur öll, íbúa Mosfellsbæ. Má líka bæta við að þetta á ekki einu kannski við vatn heldur, nei ár heldur líka vatn. En svo ætla ég að tala um metan. Það er hérna, ég er að finna þetta, það er hérna, má ég sjá. Það varstu vantarlega niðurstöðum. Veitu? Þetta er niðurstöðum. Já, það kemur fram sem sagt að það vísa frá bæjarráði, vísaði til umhverfisnefndar erindi Sorpu vegna nokkunar á metani. Það sem framkom að Sorpa er eins og margoft hefur komið fram, er að byggja gas- og jarðgerastöð þar sem aukning á framleiðslu metans verður mikil og nú þegar hefur ekki tekist að selja allt þann metan sem framleitt er og það er fyrirsjáanlegt að það verður offramboð á metani eða skortur á eftirspurn, ég veit ekki hvort hvernig á orða, þannig að það verður að auka eftirspurnina með því að hvetja sveitarfélög til þess að nota metanið og hérna þessi fyrirspurn barst til bæjarráðs og bæjarráð vísaði til umsagnar og til hérna umhverfisverndar. Og umhverfisvernd er með niðurstöðu og ég ætla að fá að lesa hana með leyfi forseta. Umhverfisvernd hvetur bæjaryfirvöld til að huga að nýtingu metans í starfsemi sinni eins og fram kemur í umhverfisstefnu Mosfellsbæjar orkuskipti í samgöngum, til dæmis með tilliti til eigin bílaflota og kröfum til verktaka sem starfa fyrir Mosfellsbæ. Umhverfisvernd leggur til að Mosfellsbæ styðji við uppbyggingu á metanhleðslustöð í bænum í samráði við eigandi aðila. Þannig að spurningin er núna hvernig við bregðast við þessu, þar sem að greinilega að umhverfisnefnd leggst með því að við bærinn fara að nýta metanið sem framleitt verður. Og kannski ágætt að spyrja bæjarstjóra hvernig við getum brugðist við þessu. Já. Það var kannski spurningu til mín. Já. Fyrstu þessa bókum hérna? Forseti stuttasvarið, ég veit það ekki. Ég var ekki spurður en þetta. Sko, vandað málið við metan er einmitt dreifingin á metani og það er mjög dýrt. Það þarf að leggja leiðslur á þann stað þar sem að, frá þeim stað þar sem það er á uppruna sinn og á þann stað þar sem það er afhent. Og vegna þess að það er, eins og ég skil eðli þessa gas, að það er ekki flytjanlegt eða mjög flytjanlegt með öðrum hætti heldur en í leiðslum. Þannig að ég er nú ekki alveg viss um að það sé raunhæft að búa til metanhleðslustöð í Mosfellsbæ. Nú er ég ekki sérfræðingur, tek það fram. Þess vegna sagði ég hér í upphafi að ég veit það ekki. En það sem ég finnst um þetta mál er það að, og ég hef bæði nefnt það á eigendafundi Sorpu og eigendafundi Strætó og í stjórn SSH, að það er einfaldlega þannig, og það tek það fram að þetta er bara mín skoðun, ef ekki rætt hana neitt með neinum öðrum hætti, að við þurfum að líta á þennan orkugjafa og þessar framleiðslu okkar sem orkugjafa okkar hér á höfuðborgarsvæðinu. Þar að segja við getum ekki litið þetta sem eign Sorpu eða verkefni Strætó eða verkefni Mosfellsbæjar eða Reykjavíkur, heldur þetta verkefni okkar saman að nýta þennan orkugjafa sem við erum að verður til vegna þess að við erum að fara í umhverfisvænni eyðingu á úrgangi. Hætta urða lífrænan úrgang og byggja rándýra gas- og jarðgerastöð og búa úr því tilverður annars vegar jarðvegsbætir eða molta og hins vegar metangas. Og þess vegna þurfum við að taka ákvæðum það heildstætt fyrir höfuðborgarsvæðið og sem eigendur þessa gass
og á áhrifavaldarum það er búið til. Hvernig við viljum að það sé nýtt, því að það var náttúrulega eyðilegging á allri umhverfisstefnunni og allir því sem við erum að gera ef við ætlum svo að fara að brenna gasinu eða koma því einhvern veginn burtu. Eitt af því sem að til að mynda hefur var rætt á eigendafundi Strætó, kom fram á eigendafundi Strætó að Strætó láti meta hagkvæmni orkugjafa. Já, við notkun á Strætó, á strætisvagnana. Og það kom þar fram að dísilolían er hagkvæmust en hún er nú ekki mjög umhverfisvæn. Rafmagnið næst hagkvæmast, metangasið númer 3 og vetni númer 4. Metangasið er kannski fyrst og fremst óhagkvæmt, eða óhagkvæmara en rafmagnið eins og ég skildi það, vegna þess að það er ákveðin verðlagning á því. Það kostar eitthvað 120 krónur eitthvað svoleiðis, kannski hefur verið upp með mér ásker. Eitthvað eining af því, lítir eða veit ég hvernig þetta er nákvæmlega að pakka saman. Og að því að það kostar svo mikið að koma því á staðinn og að koma því í nýtingu, þá er það orðið óhagkvæmara til að mynda heldur en dísilolía og óhagkvæmara rafmagn. Þannig að ég held að við þurfum að gæta þessu öllu saman hérna á höfuðborgarsvæðið, að horfa á þetta í einni heild, ekki horfa á þetta út frá hagsmunum Sorpu, ekki horfa á þetta út frá hagsmunum Strætó, ekki horfa á þetta út frá hagsmunum Mosfellsbæjar eða Seltjarnarness, heldur að við eigum orkugjafa sem við þurfum að nýta. Og það finnst mér vera verkefnið. Og það getur til að mynda verið ákvörðun og að sveitarfélög í auknum mæli nýti, eða kannski í öllum mæli, nýti metan á sína bíla eða sín tæki. Það getur líka verið ákvörðun að útboða á til að mynda sorphirðu, eiga að gera skilyrði það að þau tæki og tól sem noti metan. Það getur líka verið ákvörðun að Strætó noti metan, en sko þá megum við ekki að horfa á það út frá því að verði frá Sorpu sé einhver x krónur eða 7 krónur, til þess að við bara segja að þetta er hvort sem er allt saman úr sama vasanum, vasa sveitarfélagana, og að hvort sem það að borga með því kemur frá Sorpu eða Strætó skiptir okkur kannski öllu máli. Það þarf náttúrulega að tryggja samt það að þessi byggðasamlokkur getur rekið sig og allt slíkt. Þannig að ég held að við verðum bara að horfa út frá heildinni og einhvern slíkum hlutum. Mér finnst afstæða umhverfisnefnda bara að vera góð. Þau eru bara að hvetja okkur til þess að horfa á nýtingu þessa. En ég er set spurningamerki að fyrirvara við það hvort það sé hægt yfirleitt skynsamlegt að hér komi metan hleðslu stöð, því að eins og ég skil það allavega, þá sé það töluvert verkefni að þurfi raun og veru leiðslu þá frá upprunastað gassins. Það er metan hleðslu stöð hérna niður á Höfða. Það er ekkert mjög langt að fara og ef við viljum nýta þennan orkugjafa á okkar tæki, þá myndi ég halda að þessu stigi málsins að vera hagkvæmara að nýta hana þar. Já, Anna Sigríður, ræðum 7. mál, það heitir Já, ég er að ræða 7. mál. á upplýsingum. Ég er sem sé áheyrnarfulltrúi í þessari ágætu nefnd, sem er stórfín nefnd og mjög gaman að starfa með. Og ástæðan fyrir ég kom inn upp er náttúrulega út af þessari bókun með þessu máli sem ég fannst það hvernig oddviti Sjálfstæðismanna lýsti þessu held ég alveg rétt. Við getum ekki horft í sílóum á þessa hluti. Þetta er ábyrgð okkar allra, við eigum þessi fyrirtæki, við framleiðum metan. En auðvitað þarf að vera viss skynsemi í þessu. Það var og ég held ég sé ekki að brjóðinni trúna það sem fór fram í nefndinni, en það varð dálítil umræða þessa hugmynd að reisa metanstöð.
voru kannski ekki allir alveg eitt sáttir sem sagt, en það var ákveðið að setja þetta inn í bókunum þess að það voru margir sem voru áfram það að reyna að vinna að því, ég skildi nú samnefnda fólk mitt ekki þannig að það vildi að bærinn færi að kosta einhvers konar þannig stöð en vildi halda þessu til haga sem möguleika og ég fór bara sem svona pínlítið að hugsa því ég veit ekki alveg, ég er svo óheppin, ég hef aldrei setið í meirihluta í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Og ég bara velta fyrir mér að því að sko nú hljóta að vera, sko nú eru nefndafundir og svo skilst mér að sé eitthvað sem heitir meirihlutafundir þar sem fólk ber saman bækur sínar og þá ekki rætt svona, sko ekki formaður nefndar á þeim fundi og rættar svona bókanir. Þetta bara, kannski átti ekki einu svona erindi hérna í þessum ræðustól, ég bara svo forvitin að vita hvernig þetta virkar sko. Þannig formaður nefndarinnar frá Vinstri grænum og það eru sjálfstæðismenn í nefndinni og það eru allir bara svakalega sammála allt sko. Og svo kemur þetta eins og komið pínu óvart hérna inn á fundunum sko. Þannig að kannski verður annarkvort oddviti Vinstri grænni eða oddviti sjálfstæðismanna upplýsi mig hvernig þetta fer fram. Eða ekki. Haraldur, gjörðu svo vel. Ég ætla ekki að fara í einhverjum smáatriðum hér út í það hvernig við hugum okkar málum. Það er bara okkar mál. Við á Vinstri græn vinnum saman, við vinnum mjög þétt saman og vinnum mjög vel saman. Þetta hefur gert það alveg síðan 2006. Þetta tiltekna mál hefur hins vegar ekki verið rætt neitt sérstaklega á milli okkar. En það er svo sem engin sérstök ástæða til. Þannig nefndin bara að koma með sína afstöðu og sína vangaveltur og það þarf bara að taka þetta í skoðun eins og það liggja fyrir. Orðið laust en þá 7. mál. Kolbrún, gjörðu svo vel. Forseti, maður ræða hérna metanið og þessa bókun umhverfisnefndar. Þessar bókanir koma manni stundum ávart og ég skil alveg að eins og bæjarstjóri sagði mig að það væri mjög gott að fá metanstöð hérna í bæinn en eins og líka búið að lýsa að þá þetta svolítið flókið en eins og í mínu huga þá þetta sko, við erum hérna ákveðna afurð sem við þurfum að nota og sem metanið og við sitjum uppi svolítið með það að ef við ætlum að koma því í notkun sem er svo mikilvægt að gera að það kostar þá svolítið mikla peninga. Kostar okkur meiri peninga heldur en ef við gerum það jafnvel ekki. Eða kostar okkur jafnvel líka peninga og við erum ekki umhverfisvæn ef við klárum ekki ferli. Það er að segja að hluta af því að reisa þessa gas- og jarðgerðarstöð er að nýta metanið. Og metan mjög svona, við verðum svolítið sjálfbær ef við notum metan sem framleitt hér á landi. Þetta getur ekki orðið mikið betra. Það er vont ef við síðan sitjum upp við það að þetta kostar rosa mikla peninga. Þess vegna þurfa fleiri að koma að borðinu. Og ég veit að til dæmis að veitur hafa komið að borðinu varðandi það að kosta lagningu þessara lagna, þessar pípur sem þarf til. Og allavega þessar stóru pípur sem þarf allavega á gas- og jarðgerðarstöðinni og allavega einhvert áleiðis niður í fjölmennið. En hvort að við síðan enda með það að við fáum metanstöð hér á þessum staði, það væri náttúrulega óskastaðan að það væri þannig. Að við fengjum metanstöð í hvert bæjarfélag og það myndi allir vilja að fá metanstöð eða fá svona stöðvar í hvert sveitarfélag. En ég held að við þurfum að hugsa þetta bara svolítið í skrefum. Þetta ekkert on and off í þessu held ég. Ég held að þetta sé bæði sem með strætisvagnana. Við þurfum að hugsa að ef við setjum þessi gas- og jarðgerðarstöð þegar hún kemst í gagnið, við þurfum að framleiða metanið, að þá hef ég þá trú að það svona byggist upp innviðirnir smátt og smátt. Þurfum að búa þess að ef það veitur eða hverju sem verður, ég er ekki að fullera neitt veitur, ég er bara að segja frá því að það hefur rætt við veitur. Ef það fyrirtæki kemur að borðinu eða hvernig við getum leyst þetta einhvern veginn í sameiningu þannig að við getum nýtt síðan efnið á strætisvagnum okkar og þannig bara á eins og þetta á að vera. En ég veit að líka að þetta úti eru fyrirtæki sem bíða spennt eða vilja kaupa þessi afurð. Hér er bara verið að bjóða sveitarfélögunum þetta. Ef við viljum nýta þetta, viljum við einhvers konar
við eigum Sorpu, við eigum Strætó og ætlum við að nýta þetta. Ef við ætlum ekki að nýta þetta, þá eru fyrirtæki úti sem vilja kaupa metanið. Við erum aldrei að fara að pura þessu út í lofti, sko. En þá er það einhvern veginn önnur lausn á því hvernig það fer til þessara fyrirtækja. Þá er það ekki okkar þessi opinberu aðilar sem koma að því. Ef jafnvel eitthvað, sko, hvernig sem það leysist, ég veit það ekki. En auðvitað eigum við að nota metanvagna og auðvitað eigum við að nota þetta metan. En eins og bæjarstjóri er búin að lýsa, það áhyggjurnar eru þær, verður þetta mun að kosta okkur mikið. Og hvernig getum við þá gert þetta án þess að þetta kostar svona mikið? Ég sé ekki fyrir mér metanstöð í hverju sveitarfélagi, frekar að við svona styrkjum það sem er til og einhvers stað verði einhvert base svona fyrir metanafgreiðsluna. En þú veist, það er alltaf, sko, núna er Strætó nýbúin að fara gegn útboð og það eru 2 vagnar sem er verið að nota nú þegar, nýjir metanvagnar, eða 2 allavega sem eru í notkun, kannski eftir næsta útboð. Við erum aldeilis að fara að kaupa vagna hérna á næsta árum. Kannski verður það bara niðurstaðan að verða, ef það gengur vel með metanmálin, að strætisvagnarnir okkar verði allir komnir á metan eftir 10 ár, veit það ekki. En mér finnst ekki við getum fara einhvern veginn að loka fyrir það að metanu verði nýtt á okkar vagnar. Við þurfum einhvern veginn að hugsa bara hvernig getum við þurfum að leysa þetta. Við þurfum að leysa þetta þannig að við getum nýtt þetta metan, eða þá að það leysist bara sjálf og sér að það komi einhvert einkafyrirtæki og vilji kaupa allt það sem að stöðin mun framleiða. Það kemur í ljós. Já, orðið er ennþá laust 7. mál. Í fundargerð umhverfisnefndar. Og var lokið við það mál, eitthvað sem við bæjarfulltrúar vilja ræða þessari fundargerð. Og við erum göngu til atkvæða. Svo virðist ekki vera, þá er umræðan lokið, við göngum til atkvæða, þeir sem samþykkja þessa fundargerð, þannig að þetta er hönd. Hún er samþykkt með 10 atkvæði. 10. Nei, 10 atkvæði. Já. 10. Leynigestur. Heiða fann að greiða atkvæði líka. Þá er aðeins eftir hér örfáa fundargerðir sem eru til kynningar. Í fyrsta lagi er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Það var haldinn fundur 20. september, hann var fámennt og góðmennt, fyrirmættir að venju, Árni Jón, byggingafulltrúa og Ólafur Melsten skipulagsfulltrúi, orðið er laust. 5 mál á dagskrá. Kveðið svo ekki hljóðust, þá er sú fundargerð lögð fram. Og nokkrum dagar síðar var haldinn aftur fundur, þar var aðeins 1 mál á dagskrá. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 377, orðið er laust. Kveðið svo ekki hljóðust, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá förum við í Kópavoginn því það var haldinn fundur í Hamraborginni í samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem gengur venjulega undir nafni SSH. Fundargerð númer 474. Stór og mikil fundargerð. Orðið er laust. Valdimar, þetta er kvöld. Já, nú þarf ekki að finna fundarnúmerið. Fundarnúmerið? Nei, ég veit það. Já, þú veist, já, fyrirgeðu. Það er hérna fyrsta mál á dagskrá á fundi SSH. Það segir á fundi mætti Páll Guðjónsson, verkefnastjóri verkefnahúss sem vinnur að aðgerðaáætlun heildarlaust úrgangsmála á höfuðborgarsvæðinu að leiðarljósi. Í erindisbréfi verkefnahússins er gert ráð fyrir að fari sig yfir stöðu mála í upphafi septembermánaðar. Ég byrði starfsókurinn að ég byrði leiði til að lesa hérna orðréttu, þannig að mér sé fyrirgefið það. Mér langaði að spyrja þetta, það er að segja að það er hérna sagt að það er aðgerðaráætlun, það er að segja verkefnahópur með aðgerðaáætlun heildarlaust í úrgangsmálum á höfuðborgarsvæðinu. Og ég er bara forvitin að vita hvernig þeirri vinnu gengur, hvernig þeirri vinnu verður framhaldið og hvar hún er stödd, sko, hver eru hugmyndir þar. Við höfum séð það nýlega að fyrirtæki sem sérhæfir sig í gámaflutningum fór með herferð af stað sem heitir Finnum lausnir, hættum að urða. Þannig að þessi og öllu hefur verið að fjalla Sorpu undanfarið. Þannig að við vitum það að það er ýmislegt að gerjast í þjóðfélaginu varðandi sorphirðu, varðandi urðun og flokkun
og allt það. Þannig að það verður svona fróðlegt að heyra hvaða hugmyndir SSH hefur framtíðarlausn á þessu sviði. Halldór Sverrisson, Veðurnorður, gjörðu svo vel. Já. Ég held að ég segi rétt frá því forseti að við farið tekið hér til máls hér í vorið að snemmsumars þegar að þessi mál voru fyrir umræðu á stjórn SSH og snúast náttúrulega fyrst og fremst það að samkvæmt eigendasamkomulagi SSH gas- og jarðgerastöð og urðun í Álfsnesi þá á samkvæmt því að hætta að urða í Álfsnesi í lok árs 2020 eða byrjun árs 2021. Og ég held að það hefði farið yfir það ágætlega nokkrum sinnum bæði bæjarstjórn og bæjarráði að það var lengi vel verið að horfa til Suðurlands og Nesans sem í Ölfusi varðandi nýjan urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. Því að lífrænn úrgangur hann mun fara í gas- og jarðgerastöð og það vantar á urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. Það er viðræður siglt í strand eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar og því var það meðal annars að frumkvæði Mosfellsbæjar, þetta náttúrulega skiptir Mosfellsbæ kannski mestu máli af öllum öðrum sveitarfélögum og Ólafsstöðum vegna staðsetningar þess ágætu urðunarstaðs í Álfsnesi að hægt verði að vinna samkvæmt þessu eigendasamkomulagi og urðun verði hætt í Álfsnesi. Og þá var það meðal annars að frumkvæði Mosfellsbæjar og kannski helst að þetta mál var sett í þennan tiltekna verkefnahóp. Það að segja í honum eru ég sem bæjarstjóri í Mosfellsbæ, formaður SSH sem er núna bæjarstjórinn í Hafnarfirði og stjórnarformaður Sorpu sem kemur frá Kópavogi og varaformaður stjórnar Sorpu sem kemur frá Reykjavík og framkvæmdastjóri Sorpu og það var lagt til hjá SSH að Páll Guðjónsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri SSH og maður sem er komið mikið að urðunarmálum og úrgangsmálum hérna í gegnum tíðina og þekkir þessi mál vel. Hann er ráðinn í það verkefni að hjálpa þessum hópi að reyna að finna á þessu einhverjar lausnir. Þessi hópur hefur skrifað eða samþykkt svona álit á framhaldi málsins sem að stendur til að ræða á eigendafundi Sorpu á næstkomandi mánudag. Það gengur raun og veru út á það að sem svo sem kemur fram í eigendasamkomulaginu sem nefndi hérna áður frá 2013 að sveitarfélögin eða svæðin, ekki sveitarfélögin, svæðin hér á Suðvesturlandi vinni saman að lausn þessara mála. Og að hins vegar að þar sem að Suðurland hefur ekki viljað taka þátt í því að þá verði núna einblínt á að leysa þessi mál í samvinnu við Vesturland sem og Suðurnes. Á Suðurnesum er brennslustöð sem er nauðsynlegur þáttur í því að geta leyst þessi úrgangsmál. Það er að segja að það þarf í raun og veru þrennt. Svona í einfaldaðri mynd, það þarf gas- og jarðgerastöð til að meðhöndla lífrænum úrgang. Það þarf brennslustöð eða öllu fyrst segja að það þarf urðunarstað fyrir óvirkan úrgang og svo þarf brennslustöð fyrir það sem að getur ekki farið hvorki í gas- og jarðgerastöðinni eða urðað sem óvirkur úrgangur. Þetta þrennt þarf. Og bæði Vesturland og Suðurnes hafa
eins og ég sagði, Suðurnes hafa brennslustöð sem hægt að meira sér að stækka, leyfi fyrir stækkun hennar og það eru urðunarstaðir á Vesturlandi, það eru líka fleiri staðir mögulegir þar og það eru líka fleiri staðir mögulegir fyrir urðun og óverksúrgang á Suðurnesum. Þannig að svona, af því að þetta ánum að eftir að fara fyrir eigendafinn Sorpu, að þá ég nú kannski, og ég svo sem ekki með skjali hérna við hendina, en svona í grunabúni þetta svona að það er lagt til að það verði spýtt í lófana hvað þetta varðar og að það verði gengið frá samstarfssamningi, samkomulagi, hvað sem það nú heitir, milli þessara þriggja svæða að leysa þessi mál í sameiningu. Og það er skoðun hópsins að það sé í raun og veru bæði umhverfislega betra, faglega betra og ekki síst ódýrara að gera það með þeim hætti. En þetta verður til umfjöllunar á eigendafundi Sorpu eftir helgi. Já, þetta er fleiri sem vilja ræða þetta mál, þetta var mál nr. 1 og það sem má geta fundið hjá SSH, heildarlausn úrgangsmálum heitir það. Og verðist ekki vera eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða annað í þessa fundargerð frá 2. september. Og svo ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram og þá er bara ein fundargerð eftir. Og það er fundargerð aðalfundar fulltrúaráðs eignarhaldsfélagsins félags Brunabótafélags Íslands. Stór og mikið titill. Gefa orðið laust. Það er sem ekki hljóðs og þá er þessi fundargerð fram og fleiri fyrir þessum fundi og ég þakka fyrir fundarsveituna og segi fundi slitið.